Þórður Snær, framkvæmdastjóri Þingsflokk Samfylkingunnar og Stefania Kolbrún, framkvæmdastjóri Þingsflokk Sjálfstæðisflokkin. Verið velkomin aftur í sama viðtalið. Takk fyrir. Herru, mér langar eiginlega bara strax á að byrja að spyrja, hvað er hagvöxtur? Já, Í svona venjulegu máli. Já, bara mjög einföldu máli. Já. Segjum að íslenska hagkerfið, að það séu, að það búi til bara til einföldunar, 100 milljónir á ári og svo árið eftir þá býr það til 105. Þá er það munurinn, það er hagvöxturinn. Ok. Já, ég ætlaði reyndar að taka ef við búum til 10 osta í dag. Ok, Þú veist að gerðu það. þetta er magn, ekki peningar Við búum til 10 osta en þeir eru einmitt 15 þá er þessi 5 mann hana, það er hagvöxturinn. Það er hagvöxturinn, ok. Hvað finnst ykkur Evrópusambandið? Mér finnst það eiginlega ekki næs. Ok. Ég er spenntur. Ég held að það sé fullt að tækifærum fyrir Ísland með því að ganga í Evrópusambandið. Ég held að Evrópusambandið er líka bara sýnt sig og sannað frá því að það var sett á fót að það er mjög gagnlegt fyrir þá sem þar búa og nýlegar kannanir sýna það flestir sem búa í Evrópusambandinu eru bara óbúslega sáttur að búa þar. En af hverju finnst þér það ekki? Ég er bara, ég er hrifnur af því að gera hlutina sjálf og stýra mig sjálf og útvista þess ekki til einhverja útlendinga í Brussel það er það í einföldu máli eins og alls konar sem að mér finnst fylgja þessu sem að er ekki kostir, meira gallar í mínum hugum. Eru engi kostir sem þú sérð? Jú, alls konar. Hvaða kostir myndir þú sjá? Við fáum þeir eru ekki margir Nei, greinilega ekki. Það eru örugglega einhverjir samt. Já. Ég ætla ekki að segja að þetta sé bara gallar, engin kostir. En hvað kostir sér þú? Ég sé mjög marga kosti. Við fáum lægri vexti á húsnæðislánum okkar. Ég held að það sé mjög sennilegt að vera þannig. Ég held að við fáum umtalsveit lægra verð á flestri vöru sem við erum að kaupa okkur svona dagstælega. Ég held að við fáum betri stuðning og hann muni leiða til aukinn stöðuleika. Ég held að séu líka bara fullt af tækifærum fyrir Ísland að taka upp annan gjaldmiðil og losna við svo kallega krónuálag og losna við verðtrygginguna með tíð og tíma sem gerir það að verkum að fyrirtæki geta fengið erlenda fjárfestingu. Ég held að það getur verið lyftistöng fyrir nýsköpun. Ég held að séu fullt af tækifærum. En hvað gallar sér þið? Gallarnir geta verið þeir að við stýrum ekki lengur því hvernig við bregðust við hagsveiflum. Ég skal útskýra það ef allt fer á hliðina ef að mörg fyrirtæki fara á hausinn eða loðnubrestur eða annað slíkt eða það gerist eitthvað út í heimi sem hefur mikil áhrif á íslenska hagkerfið, þá eru ekki lengur með svona sértæk tól til þess að bregðast við því í íslenska seðlabankanum. Heldur verðum að fylgja línunni sem er lögð frá Evrópu, en mér hefur reyndar ekki fundist við geta brugðist við þessu með nægilega góðum hætti á undanförnum árum. Við erum búin að vera að berjast við verðbólgu og háa stýrivexti í mjög langan tíma til þess að reyna að ná niður, reyna að fá fólk til þess að eyða minni peningum. Seðlabankastjóri talaði eitthvað um það að fólk ætti að segja það að við varum svo mikið að tásumyndum á tenni að fólk ætti greinilega nóga peningum og stýrivextinu væri ekki að býta og við erum búin að vera í mörg ár að nota þessa háu stýrivexti sem gera lánin til okkar miklu dýrari án þess að ná árangri kannski fyrir en núna að hagkerfið er að ná að kólna og þannig að ég er svona ég held að þrátt verið að þetta séu þetta galli, og ég veit þetta er mikill galli í huga til Stefaníu sem er þeim megin í umræðunni, þá held ég að þetta sé galli sem sé oft gert of mikið úr. Ég er aðeins búin að hugsa kost. Okay. Þórður hefur og hans teimi hafa talað um að verð getur lækkað. Hörðu, akkurat. Ef við fellum niður tolla því við göngum inn í ESB, fáum tollalausa landbúnaðarafurðir frá, þetta eru ostur, þetta er skinka, eitthvað svona næs, frá ESB. Þetta getur kostur, en ég er ekki að segja að fylgið ekki neitt neikvætt, en það er alveg næs að geta keypt, ég veit ekki, bara ítalskan burrata, bara kannski á 300 já. Ok, en ef við göngum inn í ESB, þá tollabandalagi við Bandaríkjun og Kína, gæti það ekki eitthvað breyst?
Sko við erum auðvitað, núna gerum við okkar eigin fríverslunarsamninga og kannski stóri samningurinn sem við erum með umfram Evrópusambandið er við Kína. En við erum ekki kannski neitt rosalega miklu viðskiptum við Kína. Ég held að helstu viðskipti sem við kannski þjónustu viðskipti sem eru í formi ferðamanna sem koma hingað og það mun þannig sé ekkit breytast. En það er rétt, við þurfum að ef við förum inn í Evrópusambandið þá gerir Evrópusambandið raunverulega fríverslunarsamningana fyrir okkur og við göngum inn í tollabandalagið sem við erum ekki hluta á núna. Ég heyrði daginn, mér finnst þetta aldrei gott eins og Temu kemur frá Kína. Þannig að við værum að taka upp Temu-tolla. Ok, ég fíla það. Er það svo slemt? Vist, ég veit það ekki, en þú er spyrja Inga Vestlið á Sæland. Temu. Nei, ég vesla ekki á Temu. En Inga Sæland gera það. Já, einmitt. Sko, Danmörk er með sinn eigin gjaldmiðil sem er samt einhvern veginn tengdur evrunni. Er möguleiki að Ísland geti gert það? Við værum enda með íslensku krónuna, værum inn í Evrópusambandinu og myndum einhvern veginn tengja hana við evruna. Nei. Já, bara nei. Sko við getum ekki gert núna frá því að evran var tekin upp þá hefur ekkit ríki gert þetta. Nei. Og við gerðum mjög fína gjaldmiðlaskýrslu síðast þegar Ísland sótt Evrópu sambandsaðil sem Seðlabankinn gerði og byrt 2013. Bara 700 blaðsjur. Og mjög læsileg og það er niðurstaðan svo að það séu einfallega 2 kostir sem Ísland hefur í gjaldmiðlamálum og það er annars vegar svona króna með varúðartækjum eða hækjum sem við erum að reka núna eða að taka upp evru með því að ganga í Evrópusambandið. Evrópusambandið myndi ekki heimila. Ég held að það sé algjörlega augljóst að við myndum við getum auðvitað gert það. Svona við gætum mögulega gert það en við erum þá ekki með hluti af efnahagskerfinu. Við erum þá getum við alveg tekið upp bara hvaða annan gjaldmiðil sem er. Þannig að það er ekki heillavænlegt að gera það og ekki raunhæft að gera það. Við sáum Svartfjallaland, ef ég er ekki að fara rangt með, taka evruna upp einhliða og það er alveg hægt og bara alveg svo, þú veist, við ræðum stanslaust þeir sem hafa áhuga því undanþágur frá stoppsáttmála Evrópusambandsins og ég veit ekki hvað og hvað eina. Ég held að þetta sé eitt af því sem er hægt að ræða en þú veist, mér finnst það einmitt bara eins og Þórður segir sko, það er mjög ólíklegt. Sjáum bara, þú veist, það er þrýstingur á Svíþjóð núna að taka upp evruna því þeir fengu ekki í raun að vera sömu undanþágu og Danir í þessu sko. Pólland er ennþá ekki búið að taka upp evruna og það er þrýstingur á þá. Þetta er, þú veist, ég held að það sé ekki mjög líklegt en ég myndi alltaf ekki að útiloka er þið ekki hægt en mjög ólíklegt. Já. Er það ekki satt að þú veist íslenska krónan og verðbólgun þetta allt þarf að vera svolítið neðarlega til að við fáum að taka upp evruna? Jú. Þannig að við þurfum að taka til heima fyrst. Já, af hverju höldum við þá að við séum bara farin í ESB og svo bara borga ég með evru daginn eftir og allt verður ok? Ég held það ekki. Ég held það ekki heldur. Ég held að Mér finnst það að vera svolítið oft umræða. Ég held að það sé algjörlega skýrt og að við þurfum að sína aukin aga og aðhald áður en við myndum ganga inn í Evrópusambandið og það er agi og aðhald sem við ættum að sína hvort sem er og ég held að allan við talum við Baldvin þá voru ég og Stefáni alveg sammála þetta skilurum, þrátt fyrir að við séum að undur með ekki akkvært Evrópusambandinu. Ég meina við okkur text og svo getum við bara talað það út í því óvandarlega, okkur hefur ekki tekist að hemja að vera með báðulegt stýrivaxtastig og báðulega verðbólgu á Íslandi í gegnum tíðina og við höfum reynt ýmsar leiðir, við höfum verið með fastgengisstefnu, við höfum verið með krónu á floti og svo höfum við með fyrirkomulega sem er núna sem er svona króna þar sem við notum rosalega stóran gjaldeyrisvaraforða til þess að halda inn innan vikmarka og ég held að þetta verði að verða hluti af Evrópusambandinu, það muni einfalt okkur til lengri tíma að viðhalda fyrirsjáanleika og stöðuleika í þessum málum og ná niður vöxtum og verðbólgu. En það er kannski rétt sko, er ekki nóg mikið tala það að það tekur ókslega langan tíma að taka upp evruna. Það, þú veist, eitt að gangi Evrópusambandið, það kannski ekki segjum að það taki 2 ár að fá samning og allt þetta dæmi. Svo áttu eftir að fá að taka upp evruna. Það getur tekið langan tíma sko. En þá skil ég sko ekki alveg og því að mér finnst jámenn oftast tala að við myndum bara fá evruna og allt myndi lækka vextir og svona, en að við þurfum að gera það sjálf, af hverju gerum við það ekki? Það eru nokkur skilir sem við þurfum að uppfylla og við uppfyllum hluta þeim og við uppfyllum ekki hluta þeim. Þau sem við uppfyllum ekki,
núna eru fyrst og síðast þau snúa fyrst og síðast að verðbólgun. Þannig að við þurfum að ná henni niður hvort sem er. Og við erum alltaf að reyna það. Já. Það er sama hvaða stjórnmálaflokkar eru að stýra landinu, þá er verðbólga eitthvað sem því miður bara börn eru fann að skilja hvað er, eitthvað sem þau ekkert að vera að pæli vegna þess að við búum í þessu dálítið sérstaka hagkerfi sem við höfum haft hérna. Og við erum alltaf að reyna en krónan hefur, það er mín skoðun að krónan hefur verið okkur dálítið fjötur fót þar. Ef við erum með krónuna þannig að gjart miðl og kostnaðin við hana sem er umtalsverður, þá eru við ekki jafn góðum færum með því að ná niður til lengri tíma verðbólguvöxtum. Sko, þið verður kannski alltaf þessi galinn. Ég trú ekki á verðbólguna. Nei, ég var búin að heyra þessu, já. Já, og ég skil hann ekki. Eða þú veist, ég fatt ekki alveg hvað það er og það er allir alltaf að tala um að sé verðbólga allt sé ógeðslega dýrt, en mér finnst samt, ég veit ekki, enginn í kringum mig allavega lifir eins og það sé allt ógeðslega dýrt. Þú veist, hvað er verðbólga? Já, ég meina, þetta er ekkert einfalt, sko. Nei. Sumir halda að sé bara því að osturinn hækkar, þú veist, að því ég var nú að tala um ostaðan, sko. Í hagvextunum, þá höldum við okkur bara í ostunum, að það sé bara því að osturinn hækkar á milli mánaða, eitthvað svona. En verðbólga er, sko, og það er kannski eðlilegt, að því þannig er einhvern veginn alltaf umræðan, þú veist, verið að tala um að matarkarfan hækkar og svona, en verðbólga í, sko, skilgreiningin á henni er þegar svona allt er að hækka svona pínu heilt yfir, sko. Það er ekki bara þegar einhver ein var að gera það, heldur svona heilt yfir er verðlag bara að fara upp. Og þú kemur dálítið að leikla atriði máls þegar þú segir, ég finn þetta ekki. Og þér finnst enginn í kringu að gera það. En það er líka út af því að þó verðbólgan sé búin að vera mikil og þú veist, osturinn og allt hitt að hækka alveg mánuð fyrir mánuð þessuna, að þá eru launin líka búin að hækka fullt. Þannig að þótt að sé dýrar út í búð, að þá getur þú ennþá keypt mögulega bara jafn mikið eða meira en áður að því að launin þín hafa vaxið hraðar, sko. Þá sem verðbólgan býtur síðan þá sem eru sko fá lánað verðtryggt. Og nú skal ég vera nú útskýra fyrir hvað það er. Ég skal ekki með nein lán. Nei. Nice. Og það kannski er auðvitað ástæðan fyrir því að þú finnur minna fyrir þessu en aðrir. En ef þú til dæmis með lánað verðtryggt, eða þú veist með íbúðalán sem er verðtryggt og sem svona cirka 2/3 hlutar allra íbúðalána eru í dag, þá er það þannig að verðtryggingin gerir það verkum að sá sem lánaði penning, hann fær alltaf raunvirði tilbaka. Hann fær peningar sem hann lánaði pluss verðbólguna. En þú sem lántakandi, þú þarft að borga verðbólguna og vextina lánniðinu. Þannig að þú borgar alltaf verðbólguna á höfuðstólinn á lánnu. Já, mér Já, finnst ég það held eðlilegt. Ef ég lánaði bók, Já. þá vil ég fá bókinu tilbaka. Já. Ekki bókina mínus 10 blaðsíður, sko. Nei. Það er raunin það sem verðtryggingin er. En við erum cirka, það eru ekki enginn Evrópu þjóð með verðtryggingu, sko. Nei, enda, þú veist, verðtryggingin kom heldur ekkert að himnum og við getum auðvitað undir ofan af henni með því að mynda ná tökum á verðbólgunni hérna og það væri þá fyrsta skilyrði þess eins og svo margt að það. Hvaða land myndið segja hafi komið svona best út úr svona efnahagslega séð af því að gangin í Evrópusambandið? Ég held að það land sem hafi grætt mest á því að var í Evrópusambandið sennilega Luxemburg. Já. Ef við horfum bara á horfum á Það hvar hefur ekki Luxemburg alltaf haft það ógeðslega næs. Jó, en þau eru eins og þar eru með mjög há lífskeiði, eru með mikla þjónustu og eru Það var alveg pre-ESB. og eru staðsett þannig að þau geta nýtt sér svona allt þetta frelsi sem fylgir Evrópusambandinu, að þau geta nýtt sér löndin í kringu sig alveg svakalega vel og eru lítið ríki. Þannig ég held að ég ætla bara að standa og falla með Luxemburg, sko. Já, en þú veist að maður getur borðið það sem að við Sviss sem að kýsa standa utan, sko, með það utan ES, skilur þú? Svo er reyndar alveg hægt að horfa á þetta líka öðru sér, bara hverjir hafa sko vaxið mest. Já, ég var aðalega að hugsa þannig. Það er auðvitað kannski svona Þá var ég að hugsa Austur-Evrópa, Já, þá myndi ég segja Pólland. Já, það geti alveg verið Pólland og svo varum við að hugsa, þú veist, svo er bara, þú veist, Króatía geti alveg verið sterkur kontender, þú veist, en það eru þessi lönd sem koma inn í Evrópusambandið og eru þannig hlutfallslega, myndi ég halda, ég myndi svona vaxi mest, eru þau sem var hlutfallslega fátakari en Evrópusambandið sem heild þeir fara inn. En er ekkert land sem hefur bara gengið illa eftir að ekki inn í Evrópusambandið?
Nei, ég meina aftur, ég var að vísa hérna í skoðanakönnun daginn, það var að spurja fólk hvort að það sé, hún bara mjög nýleg og að gerði núna bara í vor og að spurja fólk hvernig það líður að landið er að sé í Evrópusambandinu og það var alveg gríðarlega mikill meirihluti sem var ánæður með að vera hluti af Evrópusambandinu. Þannig að það segir ýmislegt að löndunum sem eru hluti af þessu ríkjabandalagi þau eru ánægð. Það segir líka ýmislegt að það eru flest önnur lönd í Evrópu eru í svona tilraunafasum það er að komast inn. Sérstaklega auðvitað þau sem eru hafa minna á milli handana. Og svo eru þau sem eru þar fyrir utan sem eru við Noregur og svo þessi hertógadæmi og Liechtenstein sem er með okkur í EES. Við erum með þennan sérstaka samning við Evrópusambandið sem veitur okkur aðgang að innri markaðinum. Þannig að við erum allar þessi helstu kosti erum með aðgang að því 450 miljóna markaði sem vorum ekki móður. Ég held að ekkert hafi breytt lífskeiðum Íslandi jafn mikið eins og það að gera EES-samningin á 10. áratugum. En við sjáum satt, þú veist, talandi svo er þetta alltaf bara mamma sletta aðeins. Já, bara. In the eye of the beholder. Þú veist, ég meina Bretar, saman hvað við getum sagt sem Brexit, skilur, án þess að fara þangað, þeir mátu það þannig að þeim væri betur borgið utan, þeir voru auðvitað í ESB. Þannig að þetta er alltaf bara dálítið svona mér finnst, þér finnst og hvað mér finnst skipta meira máli eða þér finnst skipta meira máli. Þú veist, örugglega einhverju pólurar sem bara finnst þetta alveg galið. Þannig að þetta er dálítið svona, þú veist, Bretar allan að máta það þannig að það væri betra fyrir þá að fara út hvort svo sem við erum sammála því eða ekki. Þú veist, það var þeirra mat. Getum við lofað því að matvælakarfa muni lækka við göngum inn í Evrópusambandið? Mér finnst það vera svo mikið svona Ég held að, sko Nei, við getum það ekki en ég held að það séu mjög mikla líkur á því vegna þess eins og Stefánia fór aðeins yfir áðan að ef við göngum inn í Evrópusambandið þá göngum við inn í sameiginlegu landbúnaðarstefnuna þar og hún er öðruvísi uppsett en við erum með hérna notum við tolla til þess að verja landbúnaðinn á Íslandi mjög háa tolla mjög háa tolla og þeir myndi þá falla niður en í staðinn kæmi styrkjakerfi þannig að landbúnaður fengi styrki frá Evrópusambandinu annars vegar og sennilega með að við fordæmir og öðru löndum þá mættu við líka veita umfram styrki vegna þess að við erum að stunda hérna landbúnað við aðstæður sem ekki margir aðri stunda landbúnað við hérna svona norðarlega sem er kalt og það er harðbílt og allt svoleiðis þannig að það eitt og sér með að hvað landbúnaður eru stór hluti af matarkörfunni hjá okkur það ætti að lækka matarverð en ég ætla líka bara að temja með það í þessu sem öðru að vera ekki að fullyrða neitt vegna þess að það sem er ekki orðið það er ekki orðið en mér finnst mjög líklegt það er mikið líkinstand þess að matarkarfan myndi lækka. En myndi það þá ekki hafa áhrif á íslenskan landbúnað ef við fyrir að flytja inn fullt af má ég skjóta þessu sko, mér finnst alveg skemmtilegt líka þessu það er alveg rétt og fellur niður tollan að það kemur styrkjakerfi í staðinn en hver borgar styrkina? Þetta er smá eins og eitt gott stéttafélag. Ertu í stéttafélagi? Ég veit það ekki. Nei, jú, ég held það. Ég er náttúrulega þekki þetta dálítið og maður heyrir svo oft eitthvað, já en ég fæ aðgengi að sumarbústað eða ég fæ glerugnastyrk. En hver borgaði þetta? Þú. Þannig að þú veist, þegar við förum inn í Evrópusambandið og við erum nettó og við borgum meira heldur en við fáum úr því við að borga þessa styrki. Þannig að þú veist, við borgum tollana í verðinu eða við borgum styrkina með sköttunum. Þannig að skattar hækka? Það gæti verið. Það gæti ósamlega. Það er þetta norska, finnska. Þú veist, hvernig hvort okkur takist að nýta styrkjakerfi sem eru í Evrópusambandinu með þeim hætti að við fáum á endanum meira út úr þessu en við erum að leggja til ég get ekki svaraði til ég meina þetta er mjög umfangsmikið og viðtækt styrkja fyrirkomulag sem er þarna inni það myndi liggja fyrir að við myndum borga ákveði hlutfall af þjóðarframleiðslu eins og öll önnur ríki og já, nettó myndum við borga eins meira inn en þú veist, en við myndum sennilega taka út á en svo bara er hægt að nýta þessi styrkjakerfi á svo margan hátt ég meina, við vorum að tala um Pólland daginn og ástæðan fyrir því að það satt svona fast í höfðunum ég fór til Póllands einhvern tímann 2005-06 og bara rétt fyrir hrun já, bara rétt fyrir hrun og í gamla daga og þetta var áður en að Pólland hélt Evrópumeistaramóti í fótbolta og þetta var rosalega austur-evrópskt
sko, það voru bara bara öll áfenn, þetta var svona dálítið eins og í postkorti frá kommunismatímanum bara frá Sovétríkjunum. Svo fór ég aftur 10 ára setna og borgin bara Varsjá, hún var gjörbreytt. Hún var algjörlega gjörbreytt og það var rosalega mikið fyrir tilstilli alls konar styrkja frá Evrópusambandinu til þess að byggja upp samgönguðum og alls konar svoleiðis. Þannig að þú veist, Íslendingar ég hef mikla trú á því við erum helviti naskir í að taka allt út úr því sem við getum, sko. Kerfisfræðingar. Já, við erum kerfisfræðingar á öllum sviðum og erum líka mjög þrjósk það að erum oft tím bara góðir neytendur. Það er að segja, stöndum í lappirnar og segja bara, ég ætla að fá það sem ég borgaði fyrir og ég ætla að fá allt sem ég borgaði fyrir. Og ég held að það verði ekkert öðru ef við förum í Evrópusambandið að við munum tryggja það að við fáum allt það sem við getum út úr Evrópusambandinu. Haldið það að sé að styttast í hrun? Nei. Nei? Okay. Maður getur alveg verið Ásgeir Jónsson fyrir hrun bæsalega hold. Nei, það er alltaf ómögulegt að segja. Ekkert sem betur til þess að því? Nei, við erum miklu betur stödd núna en við vorum síðast eða var efnaðarshrun. Það er ekkit, ég held að áhrifin ef að kemur svona alþjóðlegt efnaðarshrun eins og kom 2008 þau verða aldrei af stórtæk á Íslandi eins og þau voru þá. Svo alltaf eitthvað sem sjáum ekki fyrir, þú veist. Við erum búin að byggja upp einhverja varnir og alls konar varuráðstafanir. En þú veist, þá kannski kemur eitthvað bara sem enginn gat séð fyrir. En ekki eins. Þú veist, ekki eitthvað svona sem ef við verðum svona greift bara einhvern veginn í DNA-ið hjá fólki sem einhvern veginn upplifið og mistið þar öllum þessum árum setna, sko. Ég meina 1930. Ég held að verði bara hagsveifla frekar en hitt, sko. Já, en ekkert bara eitthvað hrikalegt hrun. Allan ekki fyrir sjálfærfrendir, ég held að komi aftur einhvers konar efnahagsáfall sem verður gríðalegt. En ég var svona aðalega kannski að tala bara einhvern í fyrirsjálu á næstu árum. Ég skildi spurninguna þannig frekar en að hvort það komi nokkuð tíman aftur. Nei, ég bara tala á svona næstu árum. Sko, myndi ykkur ekki finna sorglegt að missa íslensku krónuna þar sem hún er svolítið stór partur af íslensku sögum, myndi ég segja? Jú, ég meina, ég er í Sjálfstæðisflokknum og það er ekki... Ertu blá? Já. Mér finnst, þú veist, ég er alveg smá íhald, sko. Þú veist, ég held alveg svolítið, þú veist, í þetta gamla góða, mér finnst krónan fallegu gjaldmiðl, svo ekki talaði sko, vegabréfið. Mér langar ekki rautt vegabréf, svona evrur. Myndu við fá rautt vegabréf? Mér finnst það ekki, nei. Ok. Akkurat, þú veist, þetta hefur áhrif. Minn flokkur þetta kjarnalitur minns flokk og það er stefnu sem ég stend fyrir er rauður, þannig að ég er ekki þetta hefur ekki slæm áhrif og íhaldstögina hjá mér að fá rautt vegabréf. Ef mér langar að eiga krónur eftir að skipta gjaldmiðil, þá get ég átt nokkra krónur heima hjá mér, sko. Getur þú safnari? Og verið með þær innra maður. Ég held ég mun ekkit ég er ekki tilfinningalega tengdur krónur sem gjaldmiðli, sko. Nei. Ok, sko þá er það bara seinasta spurningin. Hafið þið lesið Brennu Njálssögu og hefur hún hjálpað ykkur í ykkar starfi? Ég las hana mér svo 2 svar í Versló, sko, að því ég fór í skiptinám og kom tilbaka og þá var búið að breyta eitthvað, þannig að þú veist, ég las hana árin fór út og svo árið sem ég kom heim. Ég lesi hana 2 svar. Og hefur hún hjálpað þér? Nei, því miður. Ég hef lesið hana og mjög hrifin, bara hafið mikil áhrif á mig því ég var í menntaskóla og svo ég lesið hana einu sinni síðan. Og kannski í undirmeðutundir að hjálpa mér að því leiti til þegar maður fer að starfa í pólitík að pólitíkin í Brennu Njálssögu er ekki til eftirbreytni. Ekki svona hjaðningavígum. Nei, við erum ekki að vera í hjaðningavígum og brenna fólk inni og annað slíkt, sko, þegar við erum ósamlega. Gætum. Já. Þórður Snær og Stefán Kolbrún, takk aðeinslega fyrir að koma. Takk fyrir mig.